Jæja, þá það bónusvísbending og hún fjallar það hvernig við göngum frá þessum síðustu lykkjum sem að eftir sitja hérna á hluta 1. Við erum búin að gera báða vængina og við eigum eftir hérna 192 lykkjur eða 4 munsturkafla úr hluta 1 og ég býð hér upp á 2 möguleika. Sá fyrri býsna einfaldur. Hann að gera snúrukant og loka þessum kanti með snúrukanti í rauninni framhaldi hér. Og ef þið ætlið að gera snúrukant þá byrja ég á því að þræða allar lykkjurnar upp á prjónin hérna. Ég freddi bara byrjunina af því ég ætla bara að sýna smá kafla og svo ætlum við að næla okkur í 3 fyrstu lykkjurnar hérna úr kantinum til að tengja þetta saman. Og ég ætla að byrja á því að fara hérna inn í neðri kantinn á fyrstu snúrunni hérna í kafla 3 og svo fer ég hérna einhver staðar inn í, næ mér í aðra lykkju og ég tek þá 3. bara hérna til dæmis og þá ég komin með 3. Og ég ætla að færa þær yfir á prjónin aftur hérna, vinstri prjón, af því við ætlum að gera snúru affellingu og hún alltaf gerð þannig að maður prjónar 1 og 2 og svo tekur maður 1 óprjónaða, 1 óprjónaða úr jaðrinum, affellingakantinum og prjóna þessar 2 saman til vinstri. Færir aftur yfir á vinstri prjón og hér þurfum við að gæta þess að vera svolítið laus í prjóninu af því að þetta kringdur jaðar. Við viljum ekki hafa nú stífan, þannig að vera bara svolítið laus hérna prjónandi og prjóna 2 sléttar, taka óprjónaða, óprjónaða og prjóna þær saman til vinstri. Og þannig gengur þetta bara koll af kolli, alveg út allar 192 lykkjurnar. Þangað til við erum búin að prjóna þær allar inn í snúrukantinn og þá standa bara 3 lykkjur eftir út á enda. Þessar hérna 3. Hérna sjáum við þetta tengist saman hér og það sem við gerum síðan alveg í blálokinn, þegar við erum búin að klára alveg hingað, að þá slítum við bandið frá og saumum snúrukantinn niður hér, lykkjum hann saman við þennan hérna jaðar og látum hann svona falla ágætlega saman hér. Þannig að þá þessar 3 nýju lykkjur eftir hér, við erum búin að eyða þá öllum þessum, eftir standa 3 og við lykkjum þær varlega saman hérna við, þannig að þetta svona taki sig fallega saman og líti út eins og ein samfelld snúra. Og það væri þá bara lokunin hér og þá í raun engin sérstök viðbót við sjalið. En ég ætla aftur á móti að sýna flóknari útgáfuna sem einmitt viðbót og sýna ykkur hann eftir smástund. Flóknari útgáfan, hún lítur svona út og svona makramei, getur maður sagt, eða svona hnúta kögur. Og þetta minnir náttúrulega svolítið á hérna netakúlurnar gömlu og bara skrautið sem að fólk hefur búið til í kringum þær. Og til þess að gera þessa hnýtingu þá þurfum við 33 knippi af 6-földu bandi sem að mælist það bil 40 cm. Ég notaði bók til að vefja utanum. Hún 20 cm hérna á hæð. Við þurfum að nota cirka 20 til 22 grömm eitthvað svoleiðis í þetta. Og í mínu tilfelli þá það eiginlega bara þessi litur sem nægilega mikið eftir af. En mér finnst fallegt að draga fram dýptina hérna í lit 1 og toga hana hérna niður á. Þannig að ég ætla að nota afganginn af lit 1 og bæta öðru við. Og við þurfum að passa að því að bandið með smá teygju í sér, að við séum ekki að strekkja það mikið meðan við erum að vefja það, heldur hafa svolítið slakka á garninu og bara svona fara mjúkum höndum það. Og við látum þetta bara nema hérna við
og einn vafningur hingað upp, það er 1 band og svo 2 og svo 3 og 4 og 5 og 6. Þannig þetta væri þá 1 knippi. Við þurfum í rauninni nokkurn veginn jafnmörg bönd og lykkjurnar eru, þannig að þetta er svona 200 spottar. Þannig að það er að gera bara að vefja svolítið sletta og annarkvort splæsið litunum saman eins og okkur sýnist, hafi knippin í ólíkum litum eða blönduðum litum eða notið þann lit sem mest er til af eða setið eitthvað allt annað sem okkur langar til. En þegar við erum búin að vefja nóg, þá einfallega tökum við skæri og förum hérna upp í og klippum. Ég ætla ekki að klippa þetta hérna niður, en svona er þetta gert. Og ég var hér komin með heila hrúgu af knippum sem ég var búin að svona aðeins að vefja lauslega upp og mín eru úr 4 böndum af lit 1 og svo ýmist 2 úr lit 3 eða 1 úr 3 og 1 úr 5 eins og sést hérna. Þetta er svo líkt að það sést varla munur á því. En þannig náði ég tilsettum fjölda af þessum knippum úr þessum litum sem að mig langar svolítið að leggja áherslu á. Og síðan vinnum við þetta þannig að við tökum heklunál og við tökum hvert knippi fyrir sig og það er ágætt að stilla endana svolítið vel saman þannig að við séum ekki með mikla mislengd hérna. Það lítur þokkalega út og við brjótum það frekar nákvæmlega í 2. Svona. Og allra fyrsta gripið hér, þá ætlum við að nota 3 lykkjur hér og krækja síðan yfir í þennan snúrukant. Við ætlum að tengja hérna saman, þannig að það sé svona svolítið samhangandi. Þá ætlum ég bara að lauma mér hérna inn í snúrukantinn, utanum hann og þræða mig svo í fyrstu 3 lykkjurnar og lyfta þeim af geymslusnúrunni og þá tek ég það sem ég var búin að draga hérna saman og dreg það í gegn og þá er að sjá hvort að maður hefur lagni til þess. Sko, þarna kom það og ég dreg þetta sem sagt hérna upp og svo smeygi ég endunum í gegn og toga. Þannig í raun og veru er búið til svolítið svona lykkju. Það er ég komið með einn hérna dúsk niður úr. Og í öllum öðrum heim að hinni hliðinni þá er ég að taka 6 lykkjur. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Taka snúruna út úr, sækja með næsta knippi, gá hvort að það er sæmilega stillt hérna saman. Ég hef tími ekki að vera að klippa mikið af þessu í lokin. Svona. Þetta er ágætt. Brettið í 2. Þannig að sé jafnir endar. Hingað. Og það er ágætt að vera aðeins búin að vinda jafnvel hérna upp á endan eða miðjuna. Stillu sig hérna saman. Svo var ég með lykkjurnar mínar hér og veiði ég þetta og geta halda þessu vel stífu, þræði í gegn og sama og áðan og fer ég hérna í gegnum lykkjuna og toga og herði. Þetta ger ég bara koll á kolli yfir allar lykkjurnar mínar, 6 í einu, þangað til ég á eftir 3 á hinum endanum, ef þetta gengur allt upp hjá mér. Þannig ég þræði, við getum líka gert smá trikk og sett heklunálina bara hérna við endan
og 13, 1, 2, 3, 4, 5 eru komnar, ein enn, svona, og næsta knippi, þess að snurfusa það. Þetta svolítið dúllir í, en mér finnst það þess virði. Allt öðruvísi handavinna heldur prjón af þessu. Ok, sníða þess upp á það, bretti það í tvennt, svona, það eru lykkjurnar mínar og mér finnst að halda því bara svona vel frá og strekkja hér á þannig að ég hafi tryggar lykkjur til að draga í gegn og áður en ég fer og klára að þræða þetta hérna í gegn þá get ég aðeins kíkt hvort ég sé ekki vel stillt af sirka hérna, nokkurn veginn og þá get ég tekið þetta og strekkt. Þannig að núna ætla ég að halda áfram umferðina á enda og kíkja aftur við þegar ég er komin að endanum og þarf að gera hina svona dúlluna, sé eitthvað þá. Jæja, þá er ég alveg að verða komin yfir kantinn allan. Hér er eftir 3 lykkjur og ég ætla að vippa þeim á heklinúluna. Svona. Og síðan ætla ég að fara hérna í gegn þennan snúrukant og ná síðan í knippið mitt alla leið í gegn, svona og jafna þetta áður en ég dreg hér í gegn. Og núna er eftir sjálf hnýtingavinnan með þessa enda og hérna út á enda þá þurfum við að gera smá tengivinnu en við skiptum þessu þannig að það eru 6 í hvorum hérna. Tökum þetta í tvennt svona eins og við þræddum þetta upp á. Svona. Og við þurfum að láta þetta liggja svona þokkalega beint hérna fyrir okkur. Og í sjálfu sér skiptir ekki öllu máli hvar er byrjað. En við tökum helmingana svona, einn úr hvorum og draugum það svona saman og vindum aðeins upp á og bindum hnút. Borgar sig að gera þetta bara svona frekar varlega og draga hérna aðeins í þangað til ég ætla ekkert að herða þetta alveg að fullu fyrir en ég sé hvernig þetta liggur saman og ég tek næstu 2, gera það sama við þá, stilli svona hæðina nokkurn veginn af, vef saman og bind hnút og stilli hann af þannig að hann líti út svona þokkalega líkur þeim næsta við hliðina. Og förum hérna alla leið með þessum hætti. Komin einn auka. Svona. Ég þarf aðeins að horfa á það hvernig litirnir koma, en ef við erum með einn lit þá skiptir það ekki öllu. Og ég ætla að fara hérna í næsta
stilla af hér, mæla fjarlægðina cirka, snúa upp á og binda, bara gera hring og snúi í gegn. Svona. Þetta svona þokkalega jafnt hér og þessi kemur hérna líka og stillum hann saman. Svona. Og þessi hérna aleinn, en hann ætlar að krækja sér hérna í svona svipaðri hæð. Þá ætlum við að draga hann hérna í gegn bara. Þarna. Það hafðist. Og ég ætla bara einfaldlega að binda hérna hnút á þennan eina enda. Ég dreg bara hérna í gegn, hér upp í gegn, svona og hérna niður á milli, svona. Þannig að ég er bara að binda hérna hnút. Þá svona kippir þetta hérna í og tengir og dregur þennan kant hérna til okkar. Og þegar ég er svona sátt við það að ég sé með nokkurn veginn jafnt allt saman, þá má ég herða svolítið hnútana meira. Svona dregið á báðum áttum og tek síðan í tvennt hérna aftur fyrir neðan. Það var svona. Og þessir fara líka í tvennt. Og núna ætla ég að binda næstu hérna keðju saman. Hérna. Þessir og þessir og þessir tveir fara saman. Og ég ætla að reyna að hafa svona svipaða fjarlægð á þessu. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að við erum ekki að svona rígherða alla hnúta af því að við gætum vilja að færa þetta eitthvað ofar eða syns þetta að vera bara ágætt hér. Og ég tek næsta, hnýti hann saman líka. Best að snúa þess upp á þetta svo þetta flækist ekki fyrir manni. Mikið. Svona. Og þessi kemur hér á endanum, það fer aðeins út á hlið, vind það saman og bind hér. Soddan. Þá er þetta bara föndrið sem fyrir liggur núna. Það er að gera hnútana á víxl, alltaf 6 og 6 bönd í hvora áttina og við horfum á vegalengdirnar hérna á milli. Höfum í huga að það er hérna sveigja og leyfum henni bara að vera eins og hún er og stillum síðan lengdina. Þannig að það sé jafn langt frá þessum jaðri í raun og veru alltaf. Þannig að það kemur sveigja líka á þessa hnýtingu á endanum. Svona. Þetta eru svona, ég myndi segja 4 cm kannski sem við erum að fara hérna niður. Þessi er svolítið neðarlega. Ég ætla aðeins að færa hann. Og við getum alveg leyft okkur að svona hliðra þessu til og frá. Það er betra að vera aðeins ofar. Cirka svona. Þetta eru 5 hérna sko. Já, þetta er svona 3,5–4 soddan. Og svo sama hér. Og þetta síðan bara hangir og
það er smekksatriði hvort við viljum eitthvað klippa þetta alveg beint. Ég ætla að leyfa þessu aðeins að vera svona frjálslegu, allavega fram yfir þvott og sjá þá hvort ég vil eitthvað saxa neðan af þessu eða klippa þetta í einhverja spissa eða eitthvað svoleiðis eða greiða þetta, allavega þannig að bara maður sé sáttur við fráganginn. Og þannig við endum hérna og mér sé smá makrami í þessu verkefni. Alltaf eitthvað nýtt. Ég ætla ekki að segja að ég kunni það mikið en þetta getum við gert allavega. Svona. Draga í gegn. Og svo stilla hnútinn okkar af. Þannig þetta er pínu svona þetta það maður að gera á borði. Gera þetta ekki endilega út af liggjandi í sófanum. Og bara yfir allan endan og svo hérna hinum megin þá fáum við aftur upp þessa stöðu með þennan stakafélaga hér á endanum. Það er svona að ég fer með hann hérna einhver staðar í gegn. Einhvern veginn snýr þetta betur við mér hérna megin held ég. Eða ekki. Svona, jú. Og hérna í raun og veru bara bind ég hnút með því að fara hérna undir og svo yfir. Ég tek hann hérna undir og svo hérna í gegn. Gegnum þetta hérna gat, þessa lykkju. Allt við lagið hafa. Svona. Og þessu viljum við bara halda í svipaðri hæð og öðrum hnútum. Svona. Og vippum þessum hér yfir á næsta. Aðeins fleiri svona held ég. Já. Kempum þetta svolítið niður. Stillum þeim af þannig þið séu í jafnri fjarlægð og gerum hnútinn. Miðum við þessa cirka 3-4 cm hér. Aðalega sé bara jafnt hérna og hér. Og svo kæmi þá þessi hérna og þessi hér saman. Hnútarnir hlið við hlið. Og við bindum þessa enda saman. Þannig. Að stilla þetta betur af. Svona. Og þannig að við byrjum á að skipta í raun og veru öllum dúskunum í tvennt. Og ég er eitthvað að eltast við að litirnir haldi sér jafn margir báðum megin. Kannski ekki 100 í hættunni. Og mælum alltaf bara, þetta er í sveigju þannig við mælum alltaf jafna lengd bara frá þessum neðri jaðri. Gerum þessa hnúta. Þangað til að það eru komnir 2 hnútar alveg þvert yfir, sem sagt þessi og þessi. Og svo smám saman þá förum við það að herða hnútana meira eftir því sem við erum sátt við hvar þeir lenda og liggja. Og þá tógum við þetta betur til að þetta svona haldi sér alveg þrælvel og sé ekkert að losna. Eða færast til. Þannig að nú erum við eiginlega bara búin að ríða hérna net, sýnist mér, það gerir þetta ekki möskvar. Held ég.
Ekki vissum að netagerðarmenn væru sammála þessari aðferð en ég kann ekki aðra. Ok, og ég ætla bara að klára þennan kant og koma þessu öllu heim og saman. Og ég var búin að ganga frá endum, búin að leggja það til og þvoða í raun, þannig að ég ætla samt aðeins að vinda úr þessu kögri til að sjá hvernig það leggur sig þegar ég er búin að þvoða. Gæti alveg trúað að þræðirnir myndi bólna svolítið. Og þá svona getur maður ákveðið hvað maður gerir á endanum. En svona verður þetta. Kljúfa alla í tvennt, hnýta saman, kljúfa aftur í tvennt, hnýta saman og þvo síðan og sjá hvernig við viljum ganga frá endunum allra neðst. Kannski vill maður klippa jafna lengd frá hnútnum, eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Ég efast ég geri það. Þetta var bónusinn. Og takk fyrir mig í þessari sjala samfélg. Þetta er búið að vera svakalega gaman. Og þá er bara verkinu lokið. Haldið að sé. Kögrið er komið. Og það tók nú ekki miklum stakkaskiptum í þvotti. En ég hef ákveðið að leyfa því bara að vera sinn. Og hér höfum við sjálið. Vængkaf og haf, öldur og net og fallegir litir saman. Þá bara eftir að komast að því hvernig er best að bera þetta. Það er fallegt að hafa til dæmis ígulkerið á öxlinni og leyfa því að vera þar. Og svo er hægt að hafa það framan og hengja þetta svona. Heilmikið sjal og fallegt. Það er ekki bara.